Björn, nýr þjálfari Sindra, hvernig hljómar það? Það hljómar bara vel. Ég ákvað að fara til þjálfun svona núna, kom svona áhugi á því svona seinni partinn á ferlinum og ég nú með ágæta tenginga hana fyrir austan og þeir hafa verið að pikka og pota í mig síðustu ár og svona eftir að ég, eins og ég segi, fekk að áhuga á þjálfun, það fannst mér bæði svona skemmtileg áskorun og spennandi tækifæri ásamt því að fara kannski inn í umhverfi þar sem að ekki jafn mikið pressa á manni eins og í hinum efri deildunum. Og maður fær kannski prófa aðeins meira hlutina, þá bara ákvað ég kýla á það og bara spennt fyrir þessu. Hver er tengingin þín? Kona mín er frá Höfn og ég nú búinn að vera mikið þarna síðustu 10 ár. Hefur nýtt frítíman oft í að fara austur og svo er ég með tengdaforeldrar mínu búa þarna og bróðir hennar býr þarna og þannig að ég er ekki að flytja þarna mikið neitt bakland, þannig að það verður fínt fyrir mig að hvað segir maður, svona bara geta hent krökkunum í pössun ef þess þarf og það er líka stór partur af því að ég ákvað að taka þetta, að vera með þetta bakland og kannski vera ekki að flytja eitthvað sem að þú þekkir ekki neitt og þarf að fara að kynnast fólki og svona, þannig að fínt að flytja það sem að maður var að eignast vini og á fjölskyldu, sko. Var þetta erfið ákvörðun? Nei, sko, ekki erfið ákvörðun að hætta í fótbolta eða ég var eiginlega búinn að ákveða það bara eftir síðasta ár, sko, og ég myndi ekki segja hún að vera erfið nema því leytinu til að þetta er bara ákveðið skref, svona flutningar að fara, búinn að búa í bænum síðan ég var lítill strákur og það fylgir því alltaf svona ákveðið svona stóra ákvörðun að ætla að flytja langt út á land og taka alla fjölskyldan með sér þegar maður er búinn að festa rætur og svona, þannig að það var kannski svona stærsta ákvörðun í þessu, en ekki það að taka við Sindra eða neitt þannig, það fannst mér alltaf spennandi, sko. Þannig að það er engin möguleiki að þú rífir fram skóna á næsta tímabili eða hvað? Eins og staðan er núna, nei. Ég er ekki góður í skróknum og ég er svona vonast til þess að ég kannski ná að sýna einhverja þjálfarahæfileika, að ég þurfi ekki að fara að spila eitthvað og mér finnst það eiginlega leiðilegt líka, þú veist, leiðilegt fyrir strákarna í Sindra ef ég er búinn að ákveða að hætta, ætla að fara að koma og þykist ætla að fara að geta eitthvað og svo er ég kannski ekki búinn að hræða mig í 4 mánuði og koma með bumbu og ætla að þykist vera eitthvað góður og ég væri þá bara jafnvel að gera liðið verra, sko. Þannig að ég, ef ég ætla að spila þá ég býst svona við því að hreyfa með eitthvað í fótbolta bara í vetur, bara af því að mér er leiðilegt í gyminu, þannig að þá er fínt að halda við aðeins með hreyfingu og ef ég næ að halda mér ágætu standi og það kýtlar eitthvað þá kannski spila ég eitthvað og sérstaklega ef við meitum FH í byrjunum, þá kannski fer ég í skóna. Ertu búinn að mynda þér einhverja svona þjálfara stefnu, hvernig þú vilt að liðið spili? Nei, ekki þannig beint. Ég held að það fari bara svolítið eftir hvernig leikmennir eru, sko. Ég gera mér alveg fulla grein fyrir því að þetta er 3. deild og það er svona kannski stóri munur í því að kannski ekki endilega það að leikmenn í 3. deild eru eitthvað verri fótboltamenn heldur en þeir sem spila ofar. Það er kannski meira svona taktíslu skilningur og þannig og ég myndi mér skoðun þegar ég byrjaði í janúar og við förum að æfa og ég sé hvernig leikmennir eru en þú veist, ég hef alltaf verið þannig að mér langi að spila fótbolta og hafa gaman af fótbolta og ég hugsa að ég fari nú frekar eitthvað í þá áttina heldur en hitt, sko. Getur dregið góða reynslu frá Heimi? Já, og bara fullt af þjálfurum sem ég hef haft. Ég hef búinn að vera með Heimi, ég hef búinn að vera með Óla Kristjáns, Loga Óla, Sveiði Smára, Óla Jó, Bjössa Heiðars, þú veist, you name it, sko. Ég er búinn að vera með frábæran skóla varðandi þjálfun og það er, þú veist, maður getur alltaf tekið eitthvað frá öllum og svo var ég örugglega ósammála í fullt af hlutum líka sem að ég neita að taka með mér en svo getur vel verið að ég þurfi kannski að leita í það en
ég hef verið heppinn með þjálfara og þú veist, ég ætla að vona að það nýtist mér eitthvað þegar ég byrja í þessu. Ef þú þurfum svona að stúti í leikmanninn Björn Daniel, það var auðvitað ákvörðun að hætta eða hvað? Já, ég var eins og ég segi, búinn að svona, ég var jafnvel búinn að hugsa eftir síðasta ár, en ég þá leið mér ágætlega í skróknum og ég svona ákvað að taka 1 ára viðbót og svo kom í ljós að ég var með brjóskemmdir í hnénu og búinn að þurfa fyrir sprautu og ýmislegt svona, þannig að ég núna eftir, þú veist, þetta ár, ég ákvað eiginlega bara í janúar og þá svona, þú veist, eftir það þá var árið miklu auðveldara bara, þú veist, vitandi það ég var að fara að hætta og það bara svona gerði mér kleift að njóta leiksins enn meira heldur en þetta væri eitthvað þvingað, sko. Og ég, eins og allir, sko, ég hef ekkert eftir að sakna þess að held ég að fara á æfingu í janúar í -12 hlaupandum á einhverju grjótari gervigrási og að drepast í líkamanum í viku, sko. Ég held að þetta sé meira það eins og allir sem hafa spilað fótbolta tala um, að það er að mæta í klefann og vera að fíblast og tala um menn og ég finn mér örugglega eitthvað góða til að sitja með á þjálfaraskrifstofunni til þess að fíblast með en já, þetta var ekki erfið ákvörðun, eins og staðan núna. Svo getur vel verið að, þú veist, það kom ykkur eftir sjá í janúar, febrúar, mars, eða svona þegar nætir á sumrinu, en ég held að núna væri ég hvað sem er í frí, þannig að það er, þú veist, ég finn ekki neitt ennþá, sko. Ef þú lítur svona yfir, bara svona yfir ferilinn, hvar er toppurinn, eða hver er toppurinn? Þeir eru margir maður. Svona með liði þá er það náttúrulega bara titlarnir sem ég vinni með FH. Þú veist, Íslandsmeistaratitlarnir og bikarmeistaratitlinn og þú veist, þótt að það sé leiðilegt að segja það var alveg toppur, þú veist, að þegar við náðum loksins að tryggja sæti okkur í deildina 2022 eftir erfitt ár, sko, en þú veist, það alveg stendur upp og líka svona einstaklings miða, þá er það náttúrulega bara, þú veist, vera valinn besti leikmaður 2013, spila landsleiki, komast í atvinnumennsku, spila í, þú veist, góðum deildum í Noregi og Danmörku og bara ná að búa mig til kannski ákveðið status í íslensku fótbolta og sérstaklega hjá FH sem ég sá kannski ekki fyrir þegar ég var svona 17-18 ára gamall að maður fengi svona höfðingjulega móttökur í kriganum þegar ég hætti, sko, og það er svona það sem stendur upp. Og svona tímabilið 2022, mér langar aðeins að rifja upp. Hvernig var það sem leikmaður? Það var þungt. Maður þurfti að leita djúpt í að bara, þú veist, hvað var í gangi. Þetta var pínu svona soul-searching tímabil en ég, þú veist, maður lærði alveg helling af þessu og þú veist, eiginlega meira heldur en að vinna titla, sko, og sérstaklega í ljósi þess að við vorum með bara helviti gott lið og góða einstaklinga og það var ofta tímabili eins og það vildi ekki falla með okkur. Mér leiði ofta tíðum eins og við varum betra lið í leikjum og leiði fengum okkur mark, þá hrundi allt og svo var þessi trú, sko, þú varst að spila fyrir FH og þegar gekk illa í byrjun tíðanbils og miðjum tíðanbils og bjóst alltaf við því að þetta myndi snúast við, sko, en svo bara gerðist það ekki og við manna þegar við gerum jafntefli upp í Breiðholti, þegar bæði ég og Stephen Lennon klikkuðum víti, þá hugsaði maður svona, heyrðu, djöfulli, það þarf eitthvað að gerast hérna til þess að við skýtum ekki alveg í degi, sko, og sem betur fyrir náðum við að snúa hlutunum við í Keflavík eftir að hafa verið meira svo 2-0 undir á tímabili, sko, og þá leit þetta ekki vel út og þá þú veist, ég fagnaði þessu eiginlega bara eins og við höfum unnið Íslandsmeistaratitilinn hann eftir leik, sko, því að ég, þú veist, bara að ef ég hefði fallið með FH einhvern tímann á ferlinum þá það hefði ég örugglega ekki getað lifað mig sjálfum með, sko. Þetta var mikill FH-ykkur, var það aldrei inn í myndinni eftir og komst heim úr atvinnumennsku að fara eitthvað annað hérlendis? Nei, sjálfsög ekki.
Það þú veist, maður er búinn að vera í FH síðan maður var 5 ára og hefur mikla tengingar í klúbbinn og marga vini og þú veist, FH er eiginlega bara svona ótrúlegt fyrirbæri að því leytinu til að það að koma leikmenn inn í klúbbinn og þeir eru fljótir að verða miklir FH-ingar, maður finnur það bara með mikið af þessum strákum sem hafa komið, sérstaklega eins og núna, þú veist, Kjartan Kári, Ísak Óli og fleiri. Nei, þú veist, það poppa ekki einu sinni upp í hausinn á mig, sko. Og ég fékk eiginlega aldrei, það var ekki nema þegar ég kom heim, sko. Þá fékk ég tilboð frá öðru liði, en ég veit ekki hvort að lið hafi haldið, ég var alltaf svo mikil FH-ingur, ég myndi alltaf segja nei, en ég fékk einu sinni ekki tilboð frá einu öðru liði, þannig að þú veist, ég var, er FH-ingur og verð alltaf FH-ingur og það kom aldrei til gæna. Takk hérlega. Já, takk.